Brynjar, þú ert komin aftur í heimana. Þetta var stutt stopp fyrir norðan. Hvað veldur? Við svona fjölskyldan vorum að eignast okkar annað barn og svona okkur langaði að vera nær heima hjá honum svona fyrsta árið. Kona mín alveg 12 mánaða fæðingarorlof og ef það hefði ekki verið þá hefur líklega verið annan vetur en við ákveðum það að koma í bæinn og þá voru fálið sem kom til greina. Það var eiginlega bara eitt lið og það var eiginlega KR. Voru einhver önnur lið sem fengu svona þefa þér? Bara eitthvað. Grindaði eitthvað nú eitt árið, minnir mig eitthvað? Jú, eitthvað símtal og svo leið, skilur en ekkert, ég fór ekkert með lengra út því að hugurinn leitaði bara heim og ég bara fekk það tilboð sem ég var sáttur með og svo var maður bara ákveðinn að fara hingað í vestur í bæ og ég er mjög ánægður með það ákveðin enda bara frábær starfi í allstaðar, frábær stjórn og frábær stuðningsmenn og starfið er gott. Og með við þessar viðbætur þá greinlega hægt að slá slöku við, þú veit alveg sáttu við það? Já, þetta sýnir náttúrulega bæði hvað uppeldisstarf KR hefur verið gott í gegnum árin, að þetta eru KR-ingar bara sem ólust upp í KR og hafa verið í burtu í smá tíma en KR hjartastað er alltaf sterkt og ég held að þeir muni koma með gríðarlega reynslu. Matti kemur með hana festleika sem er gott að hafa, ungur og ferskur og hraður, meðan Kobbi kannski kemur með meiri reynslu og við erum allir orðnir hoknir af reynsluðan í Vesturbænum, þannig að ég held að þetta verði ótrúlega skemmtilegu vetur, mikið fjör og við ætlum svona, eins og sagði ykkur öðru viðtali, að byrja tímabilið fyrir, við ætlum ekki að byrja það í mars, við ætlum að reyna að koma að staði í október. En svona, þinn svona viðskilnaðar þá við krókinn, er hann ekki bara allir í mesta bróðni? Þetta endaði náttúrulega illa hjá okkur en er ekki allt í góðu svo sem bara þar? Jú, það var eiginlega bara 2 lið sem kom til greina, það var að vera áfram í Skagafirðinum eða þá kom í KR. En Grindaði kitlaði aðeins líka, eða ekki? Jú. Nei, okkur líður ótrúlega vel og við verðum fram að mitt sumar á króknum. Þannig að okkur langaði að upplifa svona Skagafjörðinn í svona fullum blóma og maður sér að það er bara eins og allstaðar í þessum liðum, það er frábært fólk sem starfar í kringum klúbbinn, þetta eru frábæri liðsfélagar og þetta var eitthvað sem ég var að leitast eftir þegar ég fór þarna norður og var að finna svona þennan festleika og komast inn í eitthvað nýtt og vonandi hafa einhver áhrif og ég tel mig, þó ég hafi bara verið í 11 mánuði, að ég hafi skilið eitthvað eftir innan sem utan vallar. Flottir, takk.